Sólkerfið okkar. Sólkerfið okkar inniheldur sól, 8 reikistjörnur, á annað 100 fylgitungla þeirra, 5 dvergreikistjörnur og milljarða smærri hnatta eins og smástirni, halastjörnur, útstirni, loftsteina og rykagnir. Allir hnettir, stórir sem smáir, á sporbaugum sólina eru hluti af sólkerfinu okkar. En sólkerfið er síðan hluti af miklu stærra safni hundruða milljarða stjarna sem nefnist vetrarbrautin. Sólin inniheldur 99,85% efnisins í sólkerfinu. Reikistjörnurnar sem urðu til úr sömu efnum og sólin telja aðeins 0,135% massans og af því inniheldur Júpíter 2,5 sinnum meira efni en allar hinar reikistjörnurnar til samans. Hvort sem er að ræða fylgitungl reikistjarnanna, halastjörnur, smástirni eða önnur fyrirbæri á ferð sólkerfið. Í réttri röð frá sólu eru reikistjörnurnar Merkúríus, Venus, jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus, Neptúnus. Og síðan eru dvergreikistjörnur sem eru 5 sem við þekkjum og í röð frá sólu eru þær Ceres, Plútó, Haumea, Makemake og Eris. Í grunninn er hnöttum á sveimi umhverfis sólina skipt í þrennt. Í fyrsta lagi reikistjörnur, svo dvergreikistjörnur og þá smærri hnettir. Allt fram til ársins 2006 var ekki til nein formleg skilgreining á því hvað reikistjarna var. Þannig voru smástirnin sem fundust í upphafi 19. aldar lengi taldar reikistjörnur eða allt þar til William Herschel stakk upp á því að þau urðu flokkuð sem smástirni. Og vert er að hafa í huga að alþjóðaorðið planet eða pláneta sem þýtt var á 19. öld með nýyrðinu reikistjarna hefur áður breytt verulegu merkingu í tímanna rás. Það var upphaflega notað til að lýsa þeim fyrirbærum á himninum sem sjást með berum augum og virðast reika meðal fastastjarnanna. Pláneturnar voru þá taldar 7, tunglið, Merkúríus, Venus, sólin sjálf, Mars, Júpíter og Satúrnus og hafa þessir hnettir stundum verið kallaðir förunhnettir á íslensku. Í sólmiðju heimsmynd Kópernikusar voru pláneturnar hins vegar fyrst í stað 6, Merkúríus, Venus, jörð, Mars, Júpíter og Satúrnus, en Úranus, Neptúnus og Plútó bættu svo í hópinn þegar sjónaukinn kom til sögunar og nákvæmni í athugunum óx. Undir lok 20. aldar og í upphafi þeirra 21. uppgötvuðu stjörnufræðingar fjölmarga hnetti sem eru á svipuðum brautum og Plútó og álíka stórir. Frægastu þeirra er líklega Eris, en uppgötvun á henni var tilkynnt árið 2005. Meðal stjörnufræðinga voru skiptar skoðanir á því hvernig flokka ætti þennan nýfundna hnött og skiptust menn í 2 fylkingar. Sumir vildu kalla hnöttinn 10. reikistjörnu sólkerfisins vegna þess að hann er stærri en Plútó, en aðrir vildu svipta Plútó reikistjörnutitlinum og fækka þeim reikistjörnunum í 8. Þessar deilur voru illleysanlegar þar sem engin skilgreining á reikistjörnu lá fyrir. Til tíðinda dró síðan á 27. þingi Alþjóðasambands stjarnfræðinga sem haldið var í Prag í Tékklandi í ágúst 2006. Til undirbúnings hafði verið skipuð sérstök nefnd málið á vegum sambandsins og lagði hún fram tillögu skilgreining á reikistjörnum og samkvæmt þeirri tillögu hefðu 3 hnettir bæst strax í hóp þeirra 9 reikistjarna sem þegar voru þekktar. Þetta voru Ceres sem hingað til hefur verið talin til smástirna, Charon sem er í grennd við Plútó og svo útstirnið Eris. Hefði sú tillaga hlotið náð fyrir augum stjörnufræðinga hefði reikistjörnum sólkerfisins fjölgað úr 9 í 12 og fjöldinn ef til vill orðið nokkrir tugir eða hundruðir innan tíðar. Tillagan var felld og ný skilgreining samin í staðinn. Sú skilgreining batt enda á 76 ára vist Plútós í þeim hópi sem menn kalla reikistjörnur eða plánetur. Samkvæmt henni verður himinhnöttur að uppfylla 3 skilyrði til að geta talist reikistjarna. Hann verður í fyrsta lagi að vera á braut sólina, í öðru lagi að hafa nægan þyngdarkraft til að vera því sem næst hnattlaga og í þriðja lagi að hafa fjarlægt allt efni í næsta nágrenni við braut sína. Á þingi Alþjóðasambandsins var einnig samþykkt að skilgreina nýjan flokk dvergreikistjarna eins og þær voru kallaðar. Til þess að teljast dvergreikistjarna þarf fyrirbæri að uppfylla fyrri 2 skilyrðin A og B en má auk þess hvorki vera reikistjarna né fylgitungl. Plútó uppfyllir þessi skilyrði auk Ceresar, Erisar, Makemake og Haumeu svo þessir hnettir teljast í dvergreikistjörnur.
Nú þegar eru þekktir tugir hnatta sem gætu fallið undir skilgreiningu á dvergreikistjörnu og því má búast við að sá hópur fari ört vaxandi á næstu árum.